Þá komið að janúarleysun fyrir Steingate. Svo ég einbyrja aðeins á praktísku atriðunum. Þá ég að lesa fyrir stóran hópa fólki. Og ég get ómögulega að lesa fyrir ykkur öll í einu. En það sem ég geri að ég tengi mig inn á ákveðna bylgjulengd og næ þannig til hluta af ykkur sem eru inn á sömu bylgjulengd. Það cirka bara þannig sem þetta virkar. Nú það eru ákveðin atriði sem eru mjög sveigjanleg og þið hagræðið þessum smáatriðum svona innan skynsamlegra marka, en hlutir eins og aldur og kyn, nákvæmar tímasetningar, afstaða í samböndum. Þetta er svona, já, þetta er eitthvað sem þið getið hagrætt ef það er ekki alveg spot on. En ef að mestmegni lestrinum á við þig og þínar aðstæður, þá tekur leiðsögninni bara sem þinni. Ef þú tengir alls ekki við þitt merki, þá mæli ég með að kanna önnur merki, og sérstaklega merkin sem eru í þínu stjörnukorti, sérstaklega eins og rísandamerki ykkar, tunglmerki ykkar, jafnvel venusmerki ykkar ef þið eru sérstaklega spáð í ástamálum. Og ef það er eitthvað merki sem endurtekur sig reglulega í stjörnukortinu ykkar, þá mæli ég alveg með því að skoða það. En við skulum demba okkur í það. Byrjum að athuga hvað Steingate er að lesa fyrir. Þá hérna örfá spil. Ok, fáum uppákomur og áskoranir í janúar. Fáum leiðsögn í janúar. Og fáum niðurstöðu fyrir janúar. Og það sem ég vil að Steingate fá að vita, það sem hún veit ekki nú þegar, hann hefur gott af því að fá smá einsýninni, þá vil ég að fara hér á botninn. Svona. Nú Steingate sem ég er að lesa fyrir, það vottar fyrir svona svolítið streitu og spennu, en á sama tíma eins og sért að klára svolítið streitu tímabil. Eins og sért að klára tímabil sem er búið að vera litað af áskorunum og þú ert svolítið að setja þá bak fyrir þig. Þetta er kannski búið að taka alveg svolítið á, en þú ert svolítið svona, bara svolítið að skila þessu af þér. Þú ert svolítið bara að skera á þessa erfiðleika og ýta þeim til hliðar, bara hætta að velta þér upp úr þessu, hætta að pæla þessu, hætta að taka þetta til þín. Þetta er búið, þetta er gert, þetta er bara núna þetta er bara búið, bara komplett slút, stoppa nú. Og það er svolítið þar sem ég sé þig núna, þú veist, búin að vera. Og þú ert fyrir vikið að þú ert að sleppa tökunum á okkur sem er bara engan veginn að gagnast þér lengur, að þá finnst mér að þú vera fyrir vikið svo tilbúin í komandi tíma, komandi átök, nýjar ástríður, ný verkefni, ný tækifæri, og þú ert rosalega svona tilbúin og opinn fyrir sérstaklega nýjungum, og ef það er eitthvað framandi og spennandi, nýtt námi, nýr lærdómur, ný lagsía, sko, mér finnst þú vera svo forvitin núna.
Þannig að það mjög góð staða til að vera á og mjög svona skemmtileg staða til að vera á akkurat áramót. Nú uppákomuna þínar í janúar þá svolítið varðandi finnst mér sambönd og samskipti. Mögulega náin sambönd sérstaklega, hvort sem það parsamband eða einhver önnur sambönd, en þá finnst mér þetta vera mjög náið þér. Að þá eins og það sé ríki svolítið vantraust, eins og hvort sem það þú sem ert farin að efast eða ekki treysta einhverjum vini eða nákomnum og farin að efast heilindi viðkomandi og sannindi gagnvart þér sérstaklega eða í einhverjum málum, og þú svona farin að koma með svolítið sterkt siðferði þarna inn í hvort þetta sé rétt eða rangt og hvort það sé rétt eða rangt fyrir þig að vera hliðhollur þessum einstaklingi í þessum málum. Og það alltaf svolítið þannig stundum heyrum við alltaf hlið þeirra sem stendur okkur næst eða þeirra sem vinur okkar eða náinn okkur, en svo heyrum við allt í einu eða tökum eftir hinum vinklunum eða hinni hliðinu og sjáum að kannski okkar nánasti ekki fullum rétti hér. Kannski þetta ekkert alveg rétt. Og það getur verið mjög erfitt og það sérstaklega getur orðið náttúrulega árekstrum í samskiptum og í sambandi, og það getur líka virka þannig að þá maður sjálfur úthrópaður sem einhvers konar falsvinur eða ósanngjarn eða óréttlátur eða hvað nú. Og þá svolítið mikilvægt að muna að standa með sjálfan sér, gildunum sínum, siðferðinu sínu, burt séð frá annarra skoðun og líka vina sinna, og halda sér ekki grafa undan, en halda sjálfum sér á beinabrautinni og halda sjálfum sér yfirveguðum og svona on the high road svolítið. Ekki láta aðra grafa undan sér eða egna manni í að grafa undan hinum. Þannig að það mjög mikilvægt að halda sér yfirveguðum. En það eitthvað tengsl við sambandi samskipti hérna sem að munu umróta svolítið hérna hjá þér. Ef við fáum leiðsögnina þá kemur aftur varðandi samband og partnership hjá þér að þá verður að benda þér að nota þína innri visku og í rauninni þínar persónulega snilligáfu, hver sem hún notaðu það sem þú kannt og það sem þú veist til þess að öðlast rétta yfirsýn eða meiri yfirsýn yfir gang mála og til að brúa svolítið þessi bil sem að svona, það einhverjir kaflar hérna, það vantar einhverja blaðsíðuna í söguna, sem að verið að segja þér. Ef þú notar svolítið það sem þú veist nú þegar, það sem þú og þín innri viska vitið, hvað sem það í sambandi við, þú þekkir þín gildi, hvernig þú þekkir aðra í kringu þig, hvernig þú þekkir sjálfa þig. Ef þú notar það til þess að öðlast yfirsýn yfir gang mála, þá nærðu svolítið að fylla inn í eyðurnar og þá kannski breytir svolítið sýnin á hlutina. En þá svo mikilvægt fyrir þér að treysta sjálfum þér og treysta innri viskunni þinni, og þetta aftur hvað varðar þetta samband. Þetta svona, finnst mér að segja einhverja eina ákveðna sögu hérna, að í janúar þá umrátist eitthvað í samskiptum og í nánu sambandi hjá þér, þar sem þú uppgötar mögulega að einhver náinn þér kannski ekkert alveg allur það sem hann séður, eða jafnvel ekki alveg heiðarlegur eða trúr gagnvart þér, eða hreinlega bara, þó það sé ekki gagnvart þér og þó það sé ekki einhver stórfelld
mál að þá viðkomandi kannski ekki samkvæmt þínum gildum eða siðferði og þá kannski þarftu aðeins að stíga til hliðar sjálfur eða sjálf. Svona ekki láta ýta þér allavega út í einhverju vitleysu. Jafnvel þó að ykkur góði vinumann sem með allt annað gildi eða allt annað siðferði. Það alveg hægt að vera vinir án þess að vera sammála og þá samt bara svo mikilvægt að láta ekki fara yfir mörkin sín og ekki láta ýta manni út í eitthvað sem gegn manns eigin skildum. En niðurstaðan af þessu öllu saman, að því að þú hefur mánuðinn á því að losa við alls konar einhvern veginn svona skera þau út úr einhverju vitleysu. Ég ætla bara að segja þér, hvað sem þú ert að skera þau út úr einhverju drama sem í gangi í kringum vini þína eða þína nánustu. Þú byrjar svolítið á því að skera þau út úr því og finna svolítið þitt passion í að gera hlutina og það sýnir sig strax hér í lok mánaðarins að þegar hérna niðurstaðan í bara bullandi eldmóði, miklum krafti, mikilli ástríðu, mikilli forvitni fyrir lífinu og lærdómnum í heiminum og einhvern veginn þessi mér finnst þú svo ötul til þess að fara bara og gera hlutina sem þig langar til að gera, taka svolítið sjansa líka. Þú ert ekki að brynja það upp fyrir eitthvað svaka barda, heldur þú ert bara tilbúin til að fara eins og ert núna út í næsta ævintýr. Og það rosalega góð tilfinning til að hafa og þú þarft ekkert meira vernd en það. Bara viljinn fyrir verki, það gildir svolítið mikið fyrir þig núna. Skulum fá aðeins stíft inn í þetta með In Between Tarot. Já, þú ert alveg klárlega að ganga frá einhverjum erfiðleikum. Bara búin að í rauninni leggja niður vopnin og gengur bara í burtu. Og það yfirleitt, það oftar en ekki bara það skynsamasta sem við gerum í þessum aðstæðum, að leggja niður vopnin og ganga í burtu. Mér finnst eins og að þannig þú svolítið að kanna þinn eigin tilfinningalega þroska og þú ert búin að í gegnum þína lífsreynslu og sérstaklega kannski á síðustu misserum búin að öðlast gífurlega mikinn þroska og læra að þekkja inn á þínar eigin tilfinningar og þín eigin gildi og mörk og mig grunar að þessi nýja vitneskja þín, þessi nýja þekking þín innra með þér sé að láta vita af sér núna í janúar. Þess vegna breyta svolítið samskiptin og svolítið munstrin þín við þína nánustu, jafnvel, einhverja vini eða í einhverju sambandum. Þú hefur hingað til leyft viðkomandi aðila að ganga svolítið á mörkin, að þrýsta svolítið á gildiðin og jafnvel siðferðið þitt og þau hefur einhvern veginn aldrei gert neitt úr því. En núna þá þinn tilfinningaþroski orðinn þannig að þú finnur að þetta ekki rétt fyrir þig í það minnsta. Þannig að þú ferð að spyrna móti og setja skýrari mörk. Og það jafnvel þegar við gerum það í góðu, þá bara ofboðslega oft sem að það að setja skýrari mörk í samböndum og samskiptum, það augrar hinum. Og þeir meina ekkert illt með því, áttast ekki á því að þannig við að ræða heilbrigð mörk. Það sem þeir upplifa höfnun. Það þeirra vandamál, ekki þitt. En það veldur oft augrun og árekstrum. Varðandi leiðsögnina, þá verið að segja þér svolítið að ríða á vaðið, að einmitt, go for it.
bara slepptu tökunum og leyfðu þér svolítið að fara og vita ævintýrana og var náttúrulega niðurstöðuna upp og síða. Þetta var nú kannski full mikið. Að með allri þessari ástríðu sem þú ert að fá, leyfðu þér að þiggja leiðsögn, leyfðu þér að þiggja lærdóm og visku frá öðrum, fylgstu með þeim sem hafa á undan þér farið og sama tíma nýttu tækifærið að gefa öðrum á meðan þú þiggur. Það er að segja meðan að þú ert að læra hvað sem það er sem þú ert að læra eða ert að fara út í. Deildu því með öðrum jafnóðum og leyfðu þeim að fylgjast með þér og læra af þér. Það er mjög dýrmæt gjöf og maður lærir sjálfur svo mikið af því. Þú veist, oft lærir maður langt yfir mest af því að kenna. Það hljómar stundum kjánalega en oft er það svolítið þannig. Við ætlum aðeins að kíkja hérna á það sem þú veist ekki og hefur gott að þið vita. Nú er mjög góður tími til að líta inn á við, kafa djúpt inn á við, fara í naflaskoðunina og kanna sjálfa þig og miða við það sem er búið að koma upp í þessari logþennistengi. Þá finnst mér sérstaklega eiga við hver eru gildin þín, hvar leikur siðferðið þitt, hvar eru mörkin þín. Hvað vilt þú? Þú ert að kafa svolítið inn í solarplexus stöðuna þína og æfa þig í ég hugsun og ég tilfinningu. Að segja og hugsa með þér ég er, ég vil, mig langar. Allt sem miðar að eingöngu þér. Af því okkur hættir svo auðvitað til í að fara í að hugsa þegar að maður og þá tekur maður sjálf á sig svolítið út úr myndinu og maður blandar sér oft við aðra. Eða þegar að við farðu svolítið inn í ég hugsun, kannaðu þig, slepptu svolítið tökunum á gömlum hugmyndum einmitt við eða hópurinn eða hvað. Þú þarft að einbeita þér svolítið að þér og það er réttur farvegur fyrir þig í dag er að hugsa svolítið mikið út frá ég tilfinningunni, hvað þú persónulega vilt og leyfðu þér það svolítið. Ég ætla að fá eitt leiðsagnaspil úr nýjum stokki sem ég eignaðist bara í gær. Heitir Sacred Earth Oracle. Ég ætla að sýna bara hérna, þetta er coverið á boxinu og bókinu. Fá eitt leiðsagnaspil sem til að taka hérna heima saman. Og þú færð spilið Moderation eða hófsemi og ég ætla að fá túlkunina fyrir þetta spil. En hin jarðneska meining á bak við þetta spil er að við notum það oft sem sjálfsbjörg að fara í svona aðstoðarmanns hlutverk eða hjálpara hlutverk. Það er að segja að hlúa að öðrum, og vera alltaf að hugsa um aðra og hugsa um heildina í staðan fyrir okkur sjálf. En fyrir þig í dag þá ertu komin að mörkunum þínum og komin í þrot eða að verða komin í þrot með þá hugsun. Og þú ert sennilegast þá fyrir vikið farin að finna fyrir
innsæi eða löngun til þess að draga til hlés frá aðstæðum eða sambandi. En hins vegar ef þú dregur þig smá saman tilbaka, minnkar smá saman við þig og færir þig smá saman úr aðstæðum eða sambandi, dregur alltaf aðeins aftur og bak, þá sérðu frekar heildarmyndina og núna er það að sleppa tökunum rólega og svona verður minni fyrirhöfn í rauninni, heldur en að þú bara slettir öllu frá þér. Kærleikur er það eina sem þú hafðir þegar þú komst inn í þennan heim og það er það eina sem þú hefur þegar þú yfirgefur þessa jarðvist aftur. Það er þitt sanna eðli og þitt sanna efni. Allt annað er aukaatriði. Allt annað eru bara eins og ský að fara fram hjá okkur himnum, eru hér í augnablik og er svo horfið. Líttu inn á við og þú myndu uppgöta að kærleikur er ekki fjarlægt land, heldur hafsjór af ljósi innra með þér. Þannig að nú er góður tími til þess að draga sig til hlés frá öðrum og draga sig í hlé frá því að vera alltaf að hlúa að einhverjum öðrum eða einhver heild og huga virkilega sjálfum sér, horfa inn á við og leyfa sér að finna kærleikann hið innra. Þá er þessari lausun lokið og ég vona að skilaboðin rati sönn og rétt heim til þeirra sem þurfa þau og að þetta komi til með að gagnast og nýtast. Annars þá þakka ég bara kærlega fyrir mig og þakka fyrir áheyrnina.